Komið sæl og velkomin í eitt og annað fyrir bragðlaukana. Okkur finnst öllum gaman að borða og hver elskar ekki að byrja sunnudaginn sinn á pönnukökum með dýrindi sírópi. Ekki væri verra ef að sírópið kæmi frá Holt og Heiðar, en fyrir austan á Hallormsstað eru Bergrún og Guðný að búa til síróp úr könglum, berjum, birki, rabarbara, alls konar dásendum. Hugmyndin að fyrirtækinu Holt og Heiðar var til við eldhúsborðið árið 2009 og fóru þær Bergrún og Guðný, eigendur fyrirtækisins, með hugmyndina á frumkvöðla námskeið þar sem hún var þróuð áfram. Þær ákvaða að slá til og stofnuðu fyrirtækið eftir að skógarvörður Hallormsstaðaskógar benti þeim á að gera eitthvað úr safanum úr birkitrjánum. Hvernig safnar maður birkisafa? Við söfnum birkisafa á vorin og þá það er svona í endan apríl, byrjun maí. Þá er safaspennan í trjánum alveg á fullu og þá borum við lítið gat og setjum slöngu í og brúsa undir og svo dreypa bara í brúsan. Og það er bara þolinmæðin. Og hvað er hvert tré að skila miklu magni af birkisafa? Það er frá hálfum lítur upp í 8 til 10 lítra. Svona sólarhringurinn, stærsta tréð, en þau eru mjög fá. En meðaltalið er svona kannski 2,5 lítur. En hvernig hefur þetta einhver áhrif á tréð? Nei, í rauninni eina sem þetta hefur áhrif á tréð það er gatið sem við borum. Að ganga vel frá því og við fyllum það upp með bívaxi. Svo að það sé alveg lokað. En eins og byrðir á safanum í trénu, vinnur það upp eða? Tréð virkar svoleiðis að þegar það er að sprengja út laufin og fara af stað, að þá er það rætuna sem halda safaspenninu upp í stofninu. Svo að það bara heldur þessari safaspennu. Meðan það er að byggja upp safaspennu, og þá er safinn drykkjarhæfur. Já. Svo þegar laufin fara að byrja að draga, þá breytir safinn. Þá er hann ekki drykkjarvara lengur og svo hættir tréð að blæða. Þegar líður meira vorið. Svo að í rauninni við erum að fá besta safan svona 2 vikur, 3 vikur á vori. Birkisafinn, hvaða áhrif hefur hann á mann? Hann er hann svona hressimann og þetta er svona orkudrykkur og svona fyrsta sem maður getur, þetta er svona náttúrulegur orkudrykkur, skulum við segja, og hann er vatnslosandi, hann er góður fyrir maga, þarma og lifrarstarfsemi og er, eins og ég segi, vatnsdrifandi. Þetta er innihaldsefnin eru ýmis steinefni og andóksunarefni sem eru okkur góð og samsetningin á drykknum er þannig að hann er okkur svona jákvæður fyrir mannslíkamann. Þegar við erum í miklu vinnutörn þá drekkum við birkisafa. Já, þetta er orkudrykkur. Við tökum alltaf svona tarnir, bæði vinnu og svo líka í að drekka birkisafa. Við erum ekki að drekka neitt að staðaldri, heldur tökum svona skorpur. Og sérstaklega þegar við erum að taka skorpur í vinnu þá drekkum við birkisafa. En við höfum ekki verið að selja safan, ekki gefa okkur, við tökum hann bara og fristum hann í svona heppilegum einingum. En það er svolítið það að bæði óléttar konur og hafa samband við okkur og fá hjá okkur birkisafa til þess að drekka. En hvað gerir þið annað við birkisafanum? Vinnið þið eitthvað úr honum? Já, við erum búið til birkisíróp og það er svolítið svona fyrirmynd frá hlynsírópinu. Og birkisíróp er búið til líka víða norðlægar slóðir í Alaska og Kanada, getum við sagt. Og þar höfum við verið að fylgjast með í búskap þar sem gerir út á þessa framleiðslu. En það er í stóru, miklu magni, en það er mjög gaman að við erum bara svona hobbyistar miðað við þá framleiðslu. Hafið þið einhverja tölu yfir lítrana sem þið verið að safna af birkisafa? Við erum svona á bilinu 2 til 3.000 lítra sem við þurfum á ári. Já. Og við í rauninni söfnum bara því magni sem við þurfum að nota fyrir hvert ár. Við eigum þetta alltaf aðeins fram yfir árið. Til að ná tilsettu magni hafa þær notað safa úr 80 til 150 trjám og getur verið mjög mikill munur á hversu mikið trén gefa á milli ára. Þær segja að það sé mjög erfitt að spá fyrir hvað hvert tré gefur og geta svipuð tré sem standa hlið við hlið gefið allt annað magn.
En að annarri framleiðslu hjá okkur, hvað þeir eru að vinna með sultur, eða ekki? Já, við erum að safna, tökum inn heilmikina rabarbara og erum viðtæk í því og erum að búa til rabarsultur, bara vaniljusultur sem við notum líka. Og rabarbara-síróp. Og rabarbara-síróp. Og þetta er bara tölvöld mikið. Síðan eru sveppirnir, við kaupum sveppi á bændum sem við erum aðeins. Og þeir sem sé tína fyrir okkur, það er sérstaklega einn bóndi sem tínir 95% af því sem við þurrkum og seljum. Og síðan eru berin, það er svona eftir hvaða ber við fáum. Við erum þetta bara svona í skógaberjunum. Við erum að taka rifsber og hrútaber og vinna með þau. Þær hafa annarkvort keypt ber af tínslufólki á svæðinu eða tínt berin sjálfar með aðstoð frá börnum og vinum. En hverjir eru aðalega að kaupa þetta? Það eru ferðamenn og Íslendingar líka. Við erum ókaflega stolt af því að við erum með svolítinn markað og héraði og bara út um allt land. En eins og hér heimamarkaðurinn, það fer alltaf jafnt og þétt og heimamaðurinn er að versla okkur og við erum svolítið ánægð með það að það gengur vel. En svo náttúrulega duttum við inn með svona ákveðna stærðarpakningum sem kom inn á svona góðum tíma kringum 2010 og svona litlar einingar sem henta vel sem matarminjagripir og fólk tekur með sér og selst vel sem slík. Þannig að það gengur bara ágætlega. Viðurkenni að mér langaði alltaf svolítið til að vera Sandy í grís en það gerist kannski ekki úr þessu en það næst besta væri að fara á Egilsstaði á Skálan Diner. Það er eins og að vera komin aftur til Bandaríkjanna, stór hamborgari, risastór mjólkurhristingur og allir glaðir. I hear the train a-comin', it's rollin' around the bend and I ain't seen the sunshine since I don't know when I'm stuck in Folsom Prison. Þegar maður horfir hérna í kringu sig, við erum ekki í Ameríku. Við erum ekki í Ameríku, en við erum samt á svona outpost frá Ameríku. Við erum á 50's Diner á Íslandi, á Austurlandi. Ameríkanarnir sem hingað koma, þeir upplifa alveg þessu komin aftur til 50's American, bara síns tíma. Ég trúi því hér farið alveg alla leið. Fórum alla leið og rifum allar innréttingar út, gólfefni allt saman, smíðum allt upp á nýtt og fluttum inn innréttingar, stóla, borð og svo framvegis. Og smíðum þetta alveg upp í 50's stíl og við reyndum svona að taka það besta frá dinerum í Bandaríkjunum og setja saman í einn. Þess að eigandinn fór í ferð Bandaríkin og reyndi svona velja það besta úr og setja allt inn í þennan diner. Þetta hlýtur að verið dálítið mikil vinna að fá þetta til þess að smella saman og finna réttu hlutina alls staðar. Þetta var töluverð vinna og gerist ekkert á einum degi. Við vorum í marga mánuði að undirbúa og líka þjálfa starfsfólk og svo framvegis. Þannig að þetta tók svolítið vinnu. Hvernig hafa svona viðtökurnar verið? Hefur fólk verið að koma sérstaklega til þess að koma að borða hér? Bara til dæmis eins og í sumar þá fengum við hópa frá Reykjavík, frá Akureyri, frá Húsavík og fleiri stöðum sem hringdu jafnvel á undan sér og létu vita og voru að koma sérstaklega bara til að upplifa dinerinn. Og líka erlenda hópa, kom inn hópur af Könum í sumar sem var búin að sjá þetta á Instagram og kom sérstaklega til að pröfa íslenska dinerinn að þau voru að koma til Íslands. Svo útlitið á staðnum, það er eitt, en svo tónlistin líka og maturinn líka og það er allt bara. Við reynum að fara alveg all in og vera alveg í þema og reynum líka að hafa, góða stemningu, gott andrúmsloft. Þetta 50's dæmi sem við erum með. Við erum alltaf með 50's tónlist og reynum að hafa allt í sama þema. Ameríkanarnir sem koma með þarna, hvað segja þeir? Finnst þeim þeir vera á Egilsstöðum? Nei, þeim bregður eiginlega svolítið og finnst þeim eiginlega að fara inn í tímavél. Þannig lýstu þau því í sumar þegar þeir komu. Þeir fara einhvern veginn aftur í tíman. Hvenær byrjar þetta? Hvað tekur þetta langan tíma að koma þessu á þennan stað sem þetta er í dag? Þetta var alveg hálft ár, 1 ár í undirbúning og svo annað eins náttúrulega bara í smíðavinnu og smíða innréttingar og græja og gera allt. Þannig að þetta var alveg töluverður tími. En þessi hlutir allir hérna, við erum með dekkistyttuna og gítarana. Er þetta úr einkasafni eða hvaðan fáið þessi hluti? Sumt af þessu eru einkasafni, en mikið af þessu er bara keypt víðsvegar, mikið í Hollandi og mikið í Bandaríkjunum og svo bara flutt inn. Og eigandinn var alltaf búinn að fara þarna ferð Bandaríkin og græja og gera í svolítinn tíma áður en við opnum.
Þannig að þetta kemur vísvegar. Sem við höfum talað eins og í ferðaþjónustu á Íslandi að draga fram sérkennin við Ísland. Hérna tökum við bara allt aðra leið og bætum við einhverju alveg nýju í flóruna í ferðaþjónustunni. Já, ég held að sé svolítið líka að vera frumlegur en samt ekki alveg verið að finna upp hjólið. Það verið að fara aftur til 50s og koma með eitthvað en samt að bæta og gera, þú veist, eitthvað nýtt sem að það er svo leiðilegt að allir fara í sömu áttina. Okkur langar bara að fara í eitthvað allt aðra átt en hinn að gera. Já, búið til fjölbreytni og eitthvað nýtt til þess að prófa. Já, fá meiri lit í flóruna. Og það er engin annar svona staður hér á Íslandi? Ég þóra alveg að segja það, þetta er eitt sinna tegundar á Íslandi. Og þó víðar verið leitað því að Evrópubúar eru líka alveg agndofa þegar þeir koma hérna inn. Glæsilegt. Ég held að ætlum að kíkja aðeins á staðinn og matinn. Endilega. Þegar maður gengur inn á staðinn þá fer þessi glimskratti nú ekkert fram hjá manni. Herri, þessi er orðinn mjög vinsæll á Instagram. Og allir ferðamenn sem hingað hafa komið hafa tekið myndir og sett á Instagram og Snapchat og Facebook. En þessi er orðinn svolítið frægur og meðst hann svolítið með einkennandi fyrir staðinn. Alltaf í 50s þemanu þá er algjörlega nauðsynlegt að vera með eitt stykki glimskatta. Alveg klárlega. Þú kaupir þennan samt ekkert út í raftækjabúð. Hvar færðu svona tæki? Herri, jú, við þurftum nú að fara smá bakleið til að finna þennan, en það tókst. Og var keyptur á manni í Reykjavík. Geturðu valið lagið eða kannski... Hann virkar en við erum ekki með hann í gangi. Heldur setti ég bara hátalara inn í, bara þráðlausan. Þannig að tónlistin kemur allavega úr jukeboxinu. Jæja, hvað á maður að panta sér? Herri, það er náttúrulega nóg í boði. Við erum með náttúrulega flaggskipið okkar sem er stóri strákurinn, 200 gramma borgari. Og svo erum við náttúrulega með allt þetta íslenska. Við erum með gratinerað sjávarrétti, fisk og franskara sjálfsögðu, plokkfiskinn með rúgbrauði, kótilettur í raspi, hakkabuff og spælt egg og svo erum við með snitsel. Þannig að þó að maður sé hérna á amerískum dænir þá getur maður alveg fengið íslenska matinn líka. Þú getur alveg upplifað íslensku menningun hérna inni. Þannig að þetta er svolítið svona American Icelandic cuisine, sko. En ef ég ætla að fara í borgaran, ef ég ætla að fara í stóra strákinn, þarf ég ekki að fá mér shake með? Það er náttúrulega nauðsynlegt. Þú kemur ekki inn nema að fá þér shake með matinn, sko. Það er alveg á hreinu. Og ameríska pönnukökur í eftirrétt? Ameríska pönnukökur eftirrétt með súkkulaðissósu og öllu. Ég get ekki beðið, ég held að það er að fara að panta. Ég held að það sé bara þannig. Já, einmitt. Það er eins gott í komið matalistina. Það er eins gott í komið matalistina og hér er nóg í boði. Við erum alltaf mjög fræg fyrir eftirréttarshakeana og nóg er ísúrvalið. Ég get ímyndað mér að heimamenn séu svolítið ánægðir með að fá svona flóru í ísinn og eftirréttina. Já, og ég held að þetta hafi líka alveg vantað. Og fólki finnst mjög gott að koma hérna í eftirréttin. Unglingarnir og krakkarnir að fara í ísrún. Já, og meiri segja líka eldri kynslóðin. Þeir hafa mjög gaman að koma hérna. Þeir koma kannski í fyrirpartinn en þeir hafa mjög gaman að koma hérna og fá sér ís. Þetta er svona eins og staðurinn líka, þetta er litríkt. Mér finnst þess að ég eigi ammali ef ég er að fara að borða svona. Þetta er svolítið ammalis. Það er ammali hérna allan dag. Það er svolítið svoleiðis. Ef það er ekki allir komin með vatn í munni núna, bíðið þá þangað til eftir hlé. Ég veit ekki með ykkur, en ég varð að fá mér smá bita í hléi. Hver er ekki nælt sér í 5 lítra blóði, innmat, alls konar gúmmelaði, vampir, sullaði saman og búið til slátur. Við skulum fylgjast með sláturgerð, en Íslendingar eru sólgnir í slátur. En ef þið kaupir kassa af einu slátur í Netto, þá er þetta það sem er í kassanum. Við erum mætt í Hússtjórnarskólann á Hallormsstað en ástæða heimsóknarinnar að þessu sinni er sláturgerðar námskeið. Það eru hollvinarsamtök skólan sem standa fyrir námskeiðinu og voru það þó nokkrir ungir sem aðeins eldri sem nýttu tækifærið ýmist til að læra frá byrjun eða rifja upp gamla takta í sláturgerð. Hollvinarsamtökin voru stofnuð árið 2017 og hafa það markmiði að efla tengsl við samfélagið, fyrrum nemendur skólans og aðra þá sem bera hagans fyrir brjósti. Samtökin eru þannig vettvangur fyrir kynningu á skólanum, námi og annarri starfsemi tengdri skólanum. Og hvað var til þess að þessi samtök voru stofnuð? Þetta var náttúrulega til þess að skólinn var kannski ekki alveg nógu vel setinn og skólastýra þurfti stuðning frá einhverjum. Ég tel að það hafi nú verið fyrst og fremst svona til stuðnings við skólan að þessi samtök voru stofnuð. Skólastarfið í Hússtjórnarskólanum fer vel af stað þessa önnina. Ásta segir þó að nemendur mættu vera fleiri en skólinn getur tekið við alltaf 24 nemendum á önn.
Hollvinir skólans hafa verið duglegir að standa fyrir allskyns viðburðum opnum almenningi, til dæmis baksnust námskeiði og textílsýningu fyrirvinnandi nemenda og kennara, en á hana mættu rúmlega 100 manns. Svona markmiði hjá okkur er að vera með svona 2 uppákomur á vetri. Svona til að vekja athygli á skólanum og kynnan og fá fólk til að koma. Það er svona eiginlega númer 1, 2 og 3 hjá okkur. En ég held að það sé komin tími á að kíkja hans hvernig gengur í eldhúsinu. Herri, gerið þið svo vel, svo bara er ég hér til aðstoða. Það er hún Harpa Rós sem sér námskeiðið að þessu sinni, en þar fer hún yfir grundvallaratriðin í sláturgerð og leiðbeinir þáttakendum í ferlinu. Hér eru Hollvinir Hússtjórnarskólans á Hallormsstað að bjóða til vinnustofu í sláturgerð. Þáttakendur eru hér að taka lifrarpylsu, eða búa til lifrarpylsu og blóðmör og fá hér aðstöðu til þess og félagsskap og kennslu fyrir þá sem að þurfa. Það eru margir hérna sem að hafa gert þetta áður en sumir svona er að stíga sín fyrstu skref. Ert þú snillingur að búa til slátur? Nei, ég er alls ekki snillingur en ég hef verið húsmóðir til áratuga og hef tekið slátur á þeim tíma, margoft. Þannig er það til komið. Hvað þarf til að gera gott slátur? Nýtt hráefni. Ég held að það sé bara lykillinn. Hvaða uppskrift er verið að nota? Heyrðu, þetta er uppskrift sem kemur frá ömmu minni. Þetta er reyndar bara frá Sláturfélagi Suðurlands en hún kom með hana í fyrsta skipti þegar hún kom hingað austur að hjálpa mér að taka slátur fyrir nokkrum áratugum og ég hef notað hana síðan. Þau Gyða og Aðalsteinn slá sannarlega ekki vindtökin í sláturgerðinni og fara langt í frá tómhent heim. Af hverju ákvaðuð þið að skella ykkur á þetta námskeið? Já, sko ég hef búin að reyna að fá hana tengdamóður mína til þess að taka slátur í, ég held bara 17 ár, síðan við gerðum það síðast. Og það er ekki að lukkast, þannig að ég stökk á þetta bara hjá Hollvinunum og hingað erum við komin. Þannig að þetta er kannski meira til að rifja upp heldur en að læra frá byrjun. Já, sko, það er nú takmörk fyrir því hvað maður man svona hluti lengi, sko. En ég reikna líka með að tengdafaðir minn panti nú eitthvað af þessu í súrtunnuna hjá sér. Ég er ólst upp við sláturgerð í gríðarlegu magni og mikið gert af slátri og megnaði fór í súr. Þannig að í minningunni það var bara heil vika undirlögð við sláturgerð. En ég kom helst ekki nálægt í þá, var svona, vildi helst gera allt annað en að gera slátur. Þannig að ég er í fyrsta skipti að dýfa hendi núna í slátursoppuna, sko. Hvað eru þið að gera mikið? Við ætlum að gera 2 slátur. Það átti að vera 6 keppir af hvoru en við erum komið 10 hérna blóðmör og eigum svo eftir að gera lifrarpylsuna. Þannig að við förum heim með mun meira heldur en við reiknaðum með. Já, og óvíst er sko hvenær við komumst heim, því að þetta er náttúrulega bara heilmikið jobb, sko. En hvað er á döfinni hjá Hollvinum Hússtjórnarskólans? Við erum ekki búin að leggja línuna fyrir næstu önn hvað við ætlum að gera en við ætlum að vera með einhvers konar námskeið í einhverju eða bjóða upp á komu eða þetta er ennþá í vinnslu. En það má geta þess að hún Kati sem var kennari hérna við Hússtjórnarskólan, hún er að koma með námskeið í kunstbrótering í byrjun nóvember og það er opið fyrir umsóknir á heimasíðu Hússtjórnarskólans á Hallormsstað og ég hvet menn til að koma því þetta er alveg stórkostlegu kennari. Skólastarfi lýkur síðan hverja önn með stórri sýningu nemenda. Og þá er kaffi hérna boðið upp á og nemendur sína afrekstur skóla ársins eða skóla annarinnar. Og það er allir velkomnir á það og hefur verið mjög vel sótt í gegnum tíðina. Ásta og aðrir Hollvinir vilja að lokum minna á að opið er fyrir skráningu á vorönn í skólanum á heimasíðu Hússtjórnarskólans. Þegar fólk var að láta skrá sig og við vonumst til þess að við náum allavega 22 manna tölunum. Nú hljóta allir að farast úr hungri eftir þetta girnilega slátur. Í eftirrétt ætlum við að kíkja í fjóshornið þar sem hægt er að fá heimagerða osta og skyr. Fyrir í sumar hittum við Herdísi Mögnu
bónda á Egilsstaðabúinu. En Herdís ekki eini Egilsstaðabús afkomandinn sem okkur langar til að hitta. Því að Baldur bróðir hennar rekur fjóshornið sem á jörð Egilsstaðabúsins og þar að gera spennandi hluti. Við fengum hann til að segja okkur frá hugmyndinni á bak við fjóshornið. Opnaði hérna 2010 og það var mamma mín, Vigdís Sveinbjörnsdóttir, sem opnaði það. Og hugmyndin var sem sagt bara svo að vinna úr mjólkinni sem við framleiðum, aðalega skyr og ost þá. Og hún sá fyrir sér að það væri hægt að hafa að skapa auka störf hérna á búinu. Af því að það var svo mikið af ferðamönnum að koma hérna alltaf. Og þú veist, það er svona alveg gaman að fá náttúrulega, en í rauninu vorum við ekki að fá neitt út úr því. Og þetta var svona leið þá til að bæða fá eitthvað út úr þessu ferðamennsku og svo þetta að framleiða sjálf úr mjólkinni sem við framleiðum hérna á búinu. Fjóshornið framleiðir mest ferskan ost sem þekktur í daglegu tali sem fetaostur og þá hefur Baldur verið að prófa sig áfram með að gera blámýglaost. Einnig verið að framleiða skyr. Hvernig ætli það gangi? Það gengur bara mjög vel og það er náttúrulega svona skyrið kannski það sem að maður svona ákveðið stoltastur af vissu leyti því þetta rosalega svona upprunalegt íslenskt sem skemmtilegt að viðhalda sem sagt þessu handbragði að það sé að viðhalda þeirri verkþekkingu að geta framleitt skyr. Það væri alveg hægt að gera skyr á þann hátt sem við erum að gera í venjulega eldhúsi heima hjá sér og mér finnst það svona rosalega dýrmætt að viðhalda þeirri þekkingu. Hvernig býr maður til skyr? Það er mjög einfalt dagur og ég get alveg útskýrt það fyrir en það er svona kannski erfitt að gera það í svona viðtali. Allt í lagi, ég fæ þá bara leiðbeiningar frá Baldri seinna en hann segir þó að hver sem geti framleitt skyr heima hjá sér. Fjóshornið býður upp á hreint skyr auk 2 bragðtegunda, bláberja og svo með appelsín og engiferbragði sem sérstöku uppáldi hjá þáttarsjórnanda. En hefur hann orðið var við jákvæð viðbrögð? Já, ég hef ekki orðið var við annað. Fólk almennt mjög ánægt og ég held að við getum alveg sagt að þetta sé góð vara sem við framleiðum og þetta segja það. Í fyrstu sá Baldur fyrir sér að erlendi ferðamenn helstu viðskiptavinir þeirra, en svo hefur ekki endilega verið. Þá hefur verið boðið upp á það einu sinni í viku að fá heimsenda ferska mjólk, sem skemmtileg nýlunda. En hvað gerir góða vöru að góðri vöru? Aðalatriðið að bara svona brenna svolítið fyrir því sem maður er að gera. Þetta sé eitthvað sem maður er metnað fyrir og ástríðu fyrir. Ég held að það sé algjört lykilatriði, í þessum bransa. Það er rosalega erfitt að vera að vinna einhverja vöru sem maður hefði enga ánægju af að framleiða og bjóða upp á, held ég. Þú gaman að þessu? Já, ég mjög gaman að þessu. Þetta svona, þetta náttúrulega oft, þetta svo fyndið, það er oft sem maður er að gera eitthvað sem í sjálfu sér ekkert rosalega skemmtilegt. Maður rosalega mikið að þrífa og eitthvað svoleiðis til dæmis. En svona heildar, þegar maður sér afurðina, þá þetta eitthvað sem manni finnst alveg frábært, bara rosalega skemmtilegt að gera. Nú ekkert fleira á boðstólum hjá okkur í kvöld í eitt og annað. En ég veit ekki með ykkur, en ég gjörsamlega að farast úr hungri og ég ætla að drífa mig að fá mér eitthvað að borða. Verið sæl.